færanlegi hleðslubankinn þinn, rafmagnsrakvélin, heyrnartólin þín, dróninn frá fluginu eða jafnvel tannburstinn þinn. Allir þessir hlutir geta valdið þér gríðarlegum vandræðum í næsta flugi þínu árið 2026. Þetta er engin brandari. Nýju snjöllu öryggiskannarnir á flugvöllum hafa gjörbreytt leikreglunum og það sem áður var saklaust getur nú leitt til tafarlausrar haldlagningar eða sekta sem rústa ferðabudgetinu þínu. Ef þú vilt ekki sjá yfir þínar enda í rusli öryggiseftirlitsins þarftu að hlusta á þetta. Byrjum. Tæki númer 13, fartölvur eða spjalltölvur sem neita að kveikna. Þessi regla er árið 2026 orðin algjörlega ófrávíkjanleg. Þú getur átt nýjustu og þynnstu fartölvuna á markaðnum, en ef starfsmaður í öryggiskoðun biður þig að kveikja á henni og skjárinn helst svartur vegna þess að rafhlaðan er tóm, ertu í alvarlegum vandræðum. Ef tækið kveiknar ekki er það ekki tölva í þeirra augum, heldur mögulegur hættuhlutur. Afleiðingin er ekki aðeins haldlagning tækisins, þú lendir sjálfkrafa í óþægilegu yfirheyrsluferli og missir líklega flugið þitt. Gullna reglan í ferðalögum þetta ár er einföld, hlaðið öll tæki upp í 100% áður en þú ferðað heiman. Ef rafhlaðan er dauð gæti ferðin þín verið það líka. Tæki númer 12, snjallt farangur með innbyggðri rafhlöðu sem ekki er hægt að fjarlægja. Þú hefur örugglega séð þau. Ótrúlegu ferðatöskurnar sem fylja þér sjálfar eða hlaða síman þinn hljóma eins og draumur hvers ferðalangs árið 2026. En ef þessi tækni er knúin áfram af lítíumrafhlöðu sem ekki er hægt að taka úr á nokkrum sekúndum, þá fer þessi taska hvergi. Lítíumrafhlöður geta farið í hitaupplaup undir álagi og árið 2026 er þolmörkin 0. Ef þú getur ekki sýnt fram á að afgjafinn sé fjarlægður úr töskunni áður en hún er innrituð, vertu viðbúin að skilja hana eftir á jörðinni eða greiða stórfé fyrir að senda hana sér. Tæki númer 11, færanlegar rafhlöður, powerbanks, án læsilegs merkimiða eða með of mikla getu. Árið 2026 getur orkubjörgun þín orðið að stærsta höfuðverknum. Reglan er skýr og afdráttarlaus, ef færanlega rafhlaðan þín er ekki með fullkomlega læsilegum upprunalegum merkimiða frá framleiðanda þar sem afkastagetan er tilgreind, fer hún beint í gáminn fyrir haldlagða muni. Ef merkimiðin hefur slitnað af við notkun telst hún óákveðin áhætta í augum starfsfólks. Yfirleitt þurfa allar rafhlöður sem fara yfir 100 vattstundir sérstakt leyfi og þær sem fara yfir 160 vattstundir eru bannaðar. Gakktu úr skugga að rafhlöðurnar þínar séu leyfilegar og að upplýsingarnar á þeim séu skýrar og læsilegar. Tæki númer 10, rafröttur og gufubúnaður í innrituðum farangri. Þetta er klassísk mistök sem halda áfram að eiga sér stað árið 2026 og afleiðingarnar verða sífellt alvarlegri. Ef þú gerir þau mistök að setja þessi tæki í farangur sem fer í flugvélarýmið brýtur þú gegn lífsnauðsynlegri flugöryggisreglu. Árið 2026 eru skannar stilltir til að greina rafrænt merki þessara tækja. Finnist þau verður taskan opnuð og tækið haldlagt. Þessi tæki verða alltaf, án nokkura undantekninga, að vera með þér í farþegarýminu, í handfarangri og helst tryggð þannig að þau geti ekki kviknað óvart. Tæki númer 9, drónar með óreglugerðum rafhlöðum eða án skráningar. Að ferðast með dróna árið 2026 er lagalegt jarðsprengjusvæði. Yfirvöld leggja þá halda á tveimur meginástæðum. Í fyrsta lagi rafhlöðurnar, ef þær fara yfir leyfileg mörk eða eru lausar ánvendar í eldföstum pokum, verða þær teknar án umhugsunar. Í öðru lagi krefjast mörg lönd nú virks fjarauðkenningarkerfis og skráningar rekstraraðila. Ef búnaðurinn þinn uppfyllir ekki staðbundnar reglur merkjasendingar eða þú ert ekki með tilheyrandi rafræn leyfi, verður drónin eftir í tollinum. Ekki tefla búnaði sem er 1000 evra virði í tvísýnu vegna þess að þú athugaðir ekki ný lög rafræna auðkenningu. Taktu eftir þessu, því næsta tæki er eitthvað sem þú notar kannski til að vernda gögnin þín, en á flugvellinum er það talið ógn. Tæki númer 8, ytri harðir diskar sem hafa verið breyttir eða eru án upprunalegs hulsturs. Á tímum netöryggis árið 2026 er harður diskur ekki lengur bara geymsla. Hann er mögulegur árásarvektor eða fellustaður. Ef þú ferðast með diska sem virðast hafa verið fiktað við með heimagerðum hulstrum eða loðuðum snúrum, vertu við búin yfirheyrslu. Nýju skannarnir sjá inn í tækin með ótrúlegri nákvæmni. Ef þeir greina að innri uppbygging samsvar ekki verksmiðjustali, fer við vörun í gang. Gakktu úr skugga að tækin þín ferðist í upprunalegum hulstrum og líti út eins og hefbundnar verslunarvörur. Ekki stofna gögnunum þínum í hættu með því að taka heimagerð rafræn verkefni með í farangurinn. Tæki númer 7, rafmagnstannburstar og rakvélar sem geta kviknað óvart. Þetta hljómar eins og brandari, en árið 2026 er þetta enn algeng ástæða tafar í öryggisskoðun. Ef farangurinn þinn byrjar að gefa frá sér suð eða titring þarf starfsmaður að einangra töskuna og skoða hana handvirkt með ítrustu varúð. Ef tækið er með lítíumrafhlöðu sem hefur skemmst við notkun, eykst hættan á haldlagningu þar sem hún telst óstöðug.
Lausnin er nauðsynleg, notaðu ferðalás eða fjarlægðu hausins og kveikjunöppurinn sífarinn. Ekki láta persónulega hreinlæti breyta þér í grunaðan einstakling og kosta þig dýrmætan tíma. Tæki númer 6, Bluetooth hátalarar án líkamlegs aflrofa. Í háþróuðu öryggisumhverfi ársins 2026 er tæki sem fer aðeins í svefnam vandamál. Margir nútímalegir hátalarar hafa ekki raunverulegan slökkvirofa heldur halda Bluetooth virku og leita að tengingu. Þróaðir skannar geta greint þessar leifarútgeislun innan farangursins sem er strax rauður fáni fyrir starfsfólk. Ef þú getur ekki sýnt líkamlega fram á að tækið sé 100% slökkt og orkulust, er raunveruleg hætta á að það verði haldlagt vegna truflunaráhættu. Veldu alltaf tæki með skýrum vélrænum rofa til að ferðast áhyggjulaus. Áður en við höldum áfram, gerstu áskrifandi að þessari rás. Þú hjálpar okkur gríðarlega með einum einföldum smelli. Skrifaðu í athugasemdir hvaðan þú ert að horfa, hvað þú ert gamall eða gömul og hvert þú vilt að næsta ferð þín verði. Tæki númer 5, plasmakveikjarar eða rafboakveikjarar. Þessir framtíðarlegu kveikjarar sem nota endurhlaðanlega rafhlöðu eru mjög vinsælir árið 2026 en þeir eru martröð fyrir flugöryggi. Samsetning lítíumrafhlöðu og mikils tafarlaus hita setur þá á lista yfir bannaða hluti, bæði í handfarangri og innrituðum farangri. Rafboakveikjarar eru nánast alltaf haldlagðir þegar skannarnir greina þá. Ekki reyna að fela þá, nútímatækni finnur þá og þú tapar tækinu. Það er miklu öruggara að skilja þá eftir heima og forðast óþarfa tafir í öryggiskoðun. Tæki númer 4, njósnabúnaður og faldar myndavélar. Árið 2026 er friðhelgi einkalífsins viðkvæmt lagalegt mál. Að ferðast með penna með myndavél, gleraugu sem taka upp myndband eða falda hljóðnema er ekki lengur forvitnilegt, heldur mögulega ólöglegt tæki. Ef starfsfólk finnur slík tæki í handfarangri þínum, vertu viðbúin mjög alvarlegum spurningum. Mörg lönd hafa hert lög upptökur án samþykkis. Að koma inn í land með búnað sem er hannaður til leynilegrar notkunar getur leitt til haldlagningar, synjunar á landgöngu eða lagalegra afleiðinga. Nema þú sért viðurkenndur rannsakandi, skildu njósnaleikföngin eftir heima til að forðast alvarleg vandamál. Tæki númer 3, þráðlausir krullujárnar og slettujárn með bútangasyrkjum. Þægindin við að laga hárið án rafmagnstengils hafa hátt verð á flugvellinum. Þessi tæki sem nota bútangas eru flokkuð sem hættulegur varningur. Þótt sumar reglur leyfi eitt tæki í handfarangri með öryggisíð, velja starfsmenn árið 2026 ofta taka enga áhættu. Varahylki eru bönnuð í allri flugvélinni. Ef starfsmaður hefur efasemdir stöðuleika tækisins, verður það skilið eftir á jörðinni vegna hættu á eldfimum gasleka í farþegarýminu. Það er mun öruggara að ferðast með rafknúnar endurhlaðanlegar útgáfur. Tæki númer 2, laus lítíumrafhlöður sem velta í bakpokanum. Þetta er hættulegasta mistökin sem ferðalangar gera árið 2026. Ef þú hendir vararafhlöðum í vasa bakpokans ásamt mynd eða lyklum, hefurðu búið til tímasprengju. Ef rafskautin snerta málm myndast skammhlaup sem getur valdið eldi á örfáum sekúndum. Árið 2026 leita öryggisverðir virt að illa pökkun rafhlöðum. Finnist þær án hlífðarhylkja eða án einangrunar á tengjum, verða þær tafarlaust haldlagðar af öryggisástæðum. Settu þær aldrei í innritaðan farangur og vendaðu þær alltaf hverja fyrir sig. Og að lokum tæki númer 1. Það er svo lítið og algengt að þú ert líklega með það á þér einmitt núna, en það getur samt valdið algjörlega fáránlegri töfn. Tæki númer 1, alveg þráðlaus heyrnartól með ofurnæmum virkjunarskynjurum. Já, elsku heyrnartólin þín, Galaxy Buds eða sambærileg geta verið hreitnama árið 2026. Nýjustu gerðirnar eru með skynjara sem virkjast leið og þær nema hreyfingu utan hylkisins. Ef hylkið opnast óvart inni í bakpokanum, geta heyrnartólin tengst símanum þínum á meðan þú ferð í gegnum skannan. Þetta skapar virkt rafrænt merki sem vekur athygli öryggisstarfsfólks. Þótt þau séu sjaldan haldlagt, verður þú látin tæma allan farangurinn til að finna uppruna merkisins, sem tefur þig og aðra. Gakktu úr skugga að hylkið lokist þétt svo heyrnartólin þín valdi ekki uppnámi á versta hugsanlega augnabliki. Að rata flugvelli árið 2026 krefst meiri undirbúnings en nokkru sinni fyrr. Öryggistæknin er áhrifamikil en miskunnarlaus gagnvart gáleysi. Að fara yfir þennan lista fyrir næsta flug sparar þér peninga, tíma og óþarfa óþægindi. Ef þessar upplýsingar voru gagnlegar fyrir framtíðarferðir þínar, íhugaðu að ganga í samfélagið okkar til að vera alltaf einu skrefi á undan nýjum reglum. Ferðastu örugglega, ferðastu skynsamlega og við sjáumst á næsta áfangastað.